Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, hún Rán Ringstedt. Hún ætlar að enda þáttinn á að taka lagið fyrir okkur, en fyrst ætlum við aðeins að rekja úr henni í gatnum. Velkomin í þáttinn. Takk. Gaman að fá þig. Þú ert búin að vera að læra söng hérna á Akureyri í hvað, 5-6 ár? Já, eitthvað svoleiðis. Rytmísku deildinni. Og hver staðan núna hjá þér? Kláraðir menntaskólann í fyrra? Já, ég eiginlega bara að einbeita mér á söngnáminu núna. Og ég bara plana alls kyns tónleika fyrir vorið. Segðu hvað aðeins, hvað ertu að plana í maí? Ég að plana, við erum að halda sér loka tónleika fyrir rytmísku deildina og ætlum að hafa svona Óskarsverðlauna tónleikahátíð. Já, var það þemað, Óskarsverðlaunir? Já, þannig að við syngjum, ég held að séum með 14-15 lög sem hafa unnið Óskarsverðlaunin fyrir besta frumsamda lagið fyrir Óskarinn eða eitthvað svoleiðis. Og já, þannig að það verður 7. maí í Hofi og svo er ég að plana bara svona litla með því eitthvað. Bara svona eigin frumkvæði er eitthvað sem, er eitthvað í tengslu við námið þitt? Já og nei. Þetta er ekki skylda Nei, eitthvað sem þið finnst gaman að gera. Já, og ég get nýtt mér kennarann í skólanum og eitthvað til að hjálpa mér, algjörlega. Spennandi. Og þú sagðir mér að þú hefði verið í óvitum hérna á sínum tíma. Já, þá byrjaði þetta eiginlega allt saman. Ég var alltaf að syngja sem krakki en síðan tók ég þetta í óvitum og hef eiginlega bara ekki stoppað síðan þá. Ok, frábært. Já. Svona geta hlutirnir haft áhrif. Svo sannarlega. Og svo ertu eitthvað að spá í framtíðina næsta haust. Ég er að fara til Danmerkur þá í Complete Vocal Institute í 3 mánaða nám þar. Það er hægt að velja alls kyns brautir í þessu? Taka styttri námskeið? Já, það er hægt að fara í kennaranám, það er hægt að fara í 3 mánaða það sem ég er að fara að gera og svo er þetta að fara í 3 ára, þetta er rosa fjölbreytt. Sniðugt kannski að byrja bara með 3 mánuði og sjá til hvernig þetta á við þig og svona? Nákvæmlega. Spennandi að fylgjast með þér og hvaða lag ætlar að syngja fyrir okkur í lok þáttarins? I Can't Make You Love Me með Bonnie Raitt. Ég hef ekki hugmynd um hvað það er. Er það lag sem maður ætti að kannast við? Já, ég held að það er ekkert eitthvað svona Er það nýtt? Nei, það er ekki nýtt. Það er síðan 80 eitthvað held ég veit ekki alveg, ég er ekki alveg viss. Spennandi. Ég vil ekki ljúga einhverju, ég veit ekki hvenær það kom út, en hérna, já, þetta er svona, ég hafði allavega alveg heyrt það áður en ég ákvað að syngja það, en ég veit ekki hvort að fólk kannast við. Hvað fjallar það? Svona bara ástina í rauninni, þetta er svona heartbreak, svona rosa klassískt. Ástarsorgarlag eitthvað. Já, nefnilega. Kærar þakkir fyrir að kíkja í þáttinn til okkar og gangið þið vel á þinni söngbraut. Takk fyrir. Og bara þannig endum við þennan þátt. Takk fyrir að horfa. Hittumst að viku liðinni og við endum þáttinn með Rán Ringstedt. Verið sæl. Turn down the lights, turn down the bed, turn down these voices inside my head. Lay down with me and tell me no lies. Just hold me close, don't patronize. Don't patronize me, 'cause I can make you love me if you don't. You can make your heart feel something it won't. Here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart and I'll feel the power, but you won't. No, you won't. 'Cause I can't make you love me if you don't. I'll close my eyes and then I won't see the love you don't feel when you're holding me. Morning
given me till then to give up this fight.